Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins. Af hverju þú hér í dag? Ég er í dag vegna þess að ríkisstjórnin hefur ekki gripið til neinna alvöru aðgerða til að bregðast við þjóðarmorðinu á Gaza. Komum sér undan öllu, þau lofa öllu fögru fyrir kosningar og bregðast við búum í lýðræðisríki. Það er skylda þeirra að standa fyrir orð sín og þau segja fyrir kosningar og grípa til aðgerða eftir kosningar. Þess vegna er ég hér í dag, það krefið þau grípa til aðgerða. Og trúir því að þetta skili eitthvað? Ykkur? Ég trúi því og við bara heyrum það hvernig tónninn er að breytast smátt og hlutinni breytast smátt og smátt. Það sem þetta stjórnmálafólk verður átt að sjá er það að við munum ekki gleyma Palestínu. Við erum að treysta á að það verði eitthvað eins og við gerst í fortíðin að bara almenningur gleymir hlutum eins og Íraksstríðinu. Það bara er ekki fara að gerast. Það er verið að streyma þessu þjóðarmorði beint fyrir framan nefið okkur hvern einasta dag. Og þetta er ekki fara neitt og það verður að grípa til aðgerða. Það er það eina í stöðinni. Heldurðu þau séu að fylgjast með að því þú talar streyma þessu á internetinu? Já, ég veit alveg að þau eru að fylgjast með og við sjáum til þess að þau séu að fylgjast með. Takk, geturðu sagt mér hvað heitir? Já. Takk fyrir. Hvers vegna ertu hérna í dag? Það er góð spurning, ég veit ekki hvort maður þurfa að spyrja hennar. Það er náttúrulega, þetta er svo mikið ógeð sem er að gerast þarna fyrir botni miður rafsmannóttin og þann frasa að það er náttúrulega ekki hægt að standa hjá og þegja sem að þetta ríkisstjórn sem er hérna upp á einhverjum 5. hæð held ég að funda gerir. Það er einn ráðherra sem segir eitthvað sem er ekki neitt sem myndi þýða á búið ríkisstjórn sem bla 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 og sem er náttúrulega bara skandal að það sé ekki hérna að þetta fólk finni ekki hjá sér hvað ástæða til að reyna að stuðla því að það sé eitthvað gert viðskiptaþvinganir og náttúrulega bara stjórnarslít við Ísrael og bara einangrata ríkisskripi sem er náttúrulega enga tilveru rétt. Hvernig fannst þér viðbrögð ráðherranna sem komu hérna í dag? Aumingjaleg. Þetta eru bara aumingjar. Algjörlega. Þú trúir því ekki að fingurkoss sé plástur á reiði almennings? Ég held að þau bjargi ekki mörg 100.000 palestínsku börnum sem er að deyja úr hungri í dag. Ekki gera það ekki. Þú til ég að segja mig hvað heitir? Ég heiti Kristján Þór. Takk hérlega. Af hverju erum við hérna? Ég hafði eftir frekar að spyrja þá sem eru ekki hérna, af hverju eru ekki hérna? Sko. Það er hérna bara, hvað getur maður annað? Við getum ekki bara að setja heima og haft það hugulegt og hótt á lífið murkað úr fólki og börnum. Þannig að bara löngu tímabært að gera eitthvað. Finnst þér skrítið hversu svona lítil viðbrögð mótmælendur fá svona frá ráðherrunum sem mæta hérna? Já, fingurkossar duga skammt, sko. Og hérna afsakanir að við séum svo lítil og allt það. Bara hver eru of lítill til þess að láta sér annt líf annarra, sko. Já, mér finnst það hefur ekkert að gera miklu meira. Og hvað finnst þér að við ættum að gera? Í fyrsta lagi bara að fordæma þetta opinberlega og síðan að bara styðja hérna kæruna fyrir alþjóðadómstólnum og bara gera það sem við getum til þess að boykotta Ísrael og ekki fara til dæmis og tralla á sviðinu í Eurovision þó að hefur kannski lítið að segja þó Ísland væri þar ekki að þá er þetta bara spurning hvernig líður mann í sálinni líka, sko. Geturðu sagt mér hvað heitir? Pétur Eggerts.
Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is